Jæja. Brostu. Hvað að byrja? Ég veit ekki. Hvað að byrja? Þú ert hérna með bókina þín á borðinu? Já, ég tók hana með. Já. Má ég lyfta henni upp? Já, leið hjartans. Já. Þessi gömulega ný? Þessi ný, ég gaf henni út núna í október. Ok. Síðastlegin, sko, málið að það að verða svo mikla breytingar í heiminum og við þurfum að breyta stefnu í heiminum. Okay. Og við þurfum að fara að vinna eftir kærleiksorkunni. Og fyrsta sem við þurfum að læra að gera, það er elska okkur sjálf. Við höfum nefnilega verið að ausa út tilfinningum, kannski úr tómum tangi, ég veit það ekki, en þú veist, við höfum ekki verið að elska okkur sjálf og okkur hefur aldrei verið kennt það. Og ég held að það sé svo mikilvægt að við lærum það og líka að leið hjartans er það sem á að færa okkur inn í það sem verið er að tala um hina nýju jörð eða hærri tíðni á jörðinni. Og til að fólk skilji hvaða snýst að þá ákvað ég að skrifa þessa bók vegna þess að ferlið hefst í rauninni sko undanfarið þess sem er að gerast núna verður árið 1987 þegar það er svo kallað harmonic convergence sem að verða svona, það var ákveðin endir á dagatali mæjana og þegar að það verður að þá það verður orkubreiting í heiminum og það var líka fyrsta samstilta alheims friðarhugleyslan í kringum þetta harmonic convergence sem var 16. og 17. ágúst eftir hvað þú varst í heiminum árið 1987 og það var í rauninni átak út af fyrir sig vegna þess að við höfum ekki svona samfélagsmiðla eins og við höfum í dag. Þannig að kalla saman fólk til sameiginlegar hugleyslu var bara stórt mál. Og þetta var svona fyrsta breytingi og eftir það fyrir við að tala um nýjöld og það verður ákveðin svona hreyfing og fólk fer allt inn að lesa bækur sjálfsrækt og það verður allt inn að vinna úr gömlum áföllum og það stígamótir stofnum svipaleiti, þú veist það verður að vinna með kynferðslegt ofbeldi og vinna úr skaðanum sem að þolendur hafa orðið fyrir og annað þess þar og það varð vakning, það var fullt af fólki sem að það jóst næmi hjá fullt af fólki, það voru fullt af miðlun sem komið fram sem hefði ekki verið að starfa áður og bara það urðu umskipti og þess samskonar umskipti er í rauninni orðin núna meðal annars vegna þess að 8. mars þá fór Saturnus inn í fiskana og fiskarnir eru náttúrulega næmasta vatnsmerkið og fiskarnir eru líka táknarnir fyrir vatnið, Saturnus fyrir sko svona strúktúra og stofnanir og annað þess aftar, svo vatnið í fiskunum er að hjálpa til að leysa upp þessa strúktúra. Hvað myndir þú segja við einhvern sem er að hlusta og horfa og segir, já, ok, þeir eru byrjað að tala um stjörnumerki og bara, ég ætla að loka eyrunum. Já, upplandi. Hvað myndi ég segja? Já. Ég myndi segja, sko, ef þú hefur áhuga á að vita hvað er að gerast í heiminum, hlusta það áfram. Ef ekki, þá náttúrulega bara hættir að hlusta. Og það er fullt af fólki sem er ekki að hlusta og er ekki að gera sig grein fyrir hvað er að gerast. Og það er í rauninni kannski bara verst fyrir það sjálft. Maður hugsa stundum að því þú segir að sé mikið að gerast í heiminum. Já. Og ég upplifi það líka og ég held að upplifi það margir. Já. En stundum hugsa maður, sko, er það bara því að það er mikið að gerast innra með mér og ég er eiginlega bara að varpa því út því að síðan bara kannski rosa lítið að gerast hjá einsum öðrum. Hjá mörgum öðrum. Já, það er svolítið merkilegt að skuli segja þetta vegna þess að ég var að skrifa fréttabréf í morgun áður ég kom til þín að því ég er með póstlista og sendir reglulega út fréttabréf og stóra spurningi var, eru að verða breytingar hjá þér eða ertu að finna fyrir breytingum? Vegna þess að við erum öll meira og minna að finna fyrir því að það sem að gamla sem hefur verið er ekki að ganga lengur. Jafnvel bara í vináttusamböndum og ástarsamböndum í starfinu eða í raun hverju sem er í lífinu, það er orðin skipting, það er þeir sem að vilja fara, eins og ég segi leið hjartans og svo eru aðrir sem að vilja reyna að halda í hlutina eins og þeir voru og við getum aldrei bakkað. Nei. Það er bara ekki hægt. Og það sem kannski fólk þarf að gera sig grein fyrir því að það er meðvitund í plánetunum sem er í kringum okkur eins og það er meðvitund í jörðinni. Það er meðvitund í öllum lifandi hlutum. En þú ert búin að nefna kærleiksorkun og kærleikan og allt þetta. Já. Og það sem ég sko finn eins og með sjálf á mig er að mann langar að vera þar. Já. Og við finnum það held ég öll bara eins og þú veist þegar við finnum ást til einhvers og notum falleg orð þá finnum við bara þar öðruvísi víbringur í líkamannum. Algjörlega, já. Og þegar þú ert að
gefa frá því kærleika þá líður þér allt öðruvísi. Algjörlega. En síðan það þessi lína sko þegar að þú ert að benda á eitthvað sem öðruvísi en það ætti að vera. Já. Að þá, þú veist, í raun og veru á einhvern nátt ertu þá farin úr kærleikanum sko. Eða skilur þú hvað að fara? Já, ég ekki alveg saman. Nei, þá að þú getur verið þar, en síðan maður sér kannski fólk sem að benda á, þú veist, einmitt, eitthvað sem ekki alveg rétt í samfélaginu. Já. En svo fyrir að festast þar sko. Og þá fyrir að festast svolítið í því að vera að segja hinir eiga að vera öðruvísi sko. Já, allir eiga að vera eins og þeir eru. Það bara þannig. Nákvæmlega. Við erum öll hvert og eitt okkar á okkar eigin braut, okkar eigin tímalínu og enginn skynjar heiminn í rauninni á sama hátt. Af því við erum öll á okkar eigin tímalínu. Ég á minni og ég að tala hluti sem að fullt af öðru fólki skilur ekki neitt og svo einhver annar sem að tala hluti sem ég skil ekki. Þú veist, þetta bara þannig en þegar ég að tala sko kærleikan og það vera á leið kærleikas þá það byggist það á að við til dæmis tilengum okkur gleði og reynum að halda okkur í hamingju og brosa og hafa gaman af lífinu af því við erum að búa til orku með því sem skiptir máli fyrir umhverfið og svo líka hitt að ef að við til dæmis ég stunda það sem að kallast hjartaöndun og það stofnun í Bandaríkjunum sem heitir HeartMath Institute sem hefur kennt þessa öndun og þau að mæla tíðni kærleikas í heiminum bara allstaðar og það sem að gera er að skoða hvaða áhrif kærleisríkar hugsanir og tilfinningar hafa á til dæmis Schumann resonance sem tíðnisveifla jarðarinnar og með hjartaöndu þá alltaf þegar ég að stunda þessa öndun þá ég senda kærleiksríkar hugsanir frá mér og ég bið að til dæmis bæði kvölds og morgna fyrir fjölskyldu og vinum og öðru þess aftar og sjálfri mér að því við megum ekki gleyma okkur og ég bið að ég sé fyllt af kærleik og ljósi og ég bið að aðri fái kærleik og ljós líka þannig að við getum gert þetta en það þýðir ekki að við getum ekki bent á hluti sem okkur finnst miður fara í samfélaginu vegna þess að við verðum að eins og ég nota sem viðmið að við getum ekki tekið til nema sjá ruslið við verðum að sjá ljótleikan sem í gangi til þess að hægt sé að hreinsa hann í burtu svo kærleisorkan fái að í rauninni streyma óheft og það er svo merkilegt ég bara kannski apa eftir fullt af öðru fólki sem að tala þetta en það eru spátóman frá til dæmis Hopi-indjánunum og frá Lakota-indjánunum sem að segja fyrir þennan tíma sem við erum að fara í gegnum núna og þessar breytingar segja fyrir þennan ljótleika sem ríkjandi í heiminum í dag Hvaða ljótleikir? Ertu að tala það sem að gerast náttúrulega svolítið mikið að það alls konar hlutir að koma upp á yfirborðið núna sem voru kannski í felum. Já. Út af því bara upplýsingaflæðið meira og þú stöðvar ekki internetið, sko. Nei, það og aftur, það orka frá plánetunum sem að stýra þessu, meðal annars Plútó. Plútó, hann í hverju merki sem hann fer í, þá hann að taka til og hreinsa til orkan kemur frá honum á þann hátt og fletta ofan af hlutum. Núna hann í Vatnsberanum og hann verður þar fram til 11. Maí og meðan hann í Vatnsberanum þá fá við þessa frelsistilfinningu allt svo flott og æðislegt að koma vor og það gaman og svona en svo fer hann aftur inn í Steingeitinu og þá hann á 29. gráðunni og það alveg sama í hvað merkja hann þessi 29. gráða reyndar áta við alla plantnar hún að hífa upp á yfirborðið það sem hefur verið falið og það sem við þurfum að vinna úr og reynsa og það verið að fletta ofan af öllu núna og það er svo merkilegt ég búin að vera að fylgjast með stjörnuspekingi sem heitir Pam Gregory núna í 3 ár og hún sagði núna nýlega í viðtali við Jason Shurka að Plútó hann fer aftur inn á 29. gráðun í Steingate og hann verður þar eiginlega fram til loka þessa árs og þá hann í rauninni að þrengja að öllum þeim stjórnvöldum sem stýrað ofan og niður, af því við höfum oft verið að tala að það þurfi að vera svona stjórn, þú veist,
lárétt stjórnkerfi, en við búum í algjörlega lóðréttu stjórnkerfi, þar sem að fyrirmæli koma bara ofan og allir tveir sem eru fyrir neðan eiga bara að hlýða og það er þetta stjórnkerfi sem er að hrynja. Er það að hrynja? Já, það er óumflýjanlegt. Að því maður hefur oft hugsað sko með þessi kerfi. Já. Að þau get ekki hrunið. Já, eða þú veist, það er oft spáð að þau sé að hrynja, eða nú sé að kom fjármálakerfi eða þetta og þetta, en svo einhvern veginn alltaf næri þetta lapp upp á sjálft sig, sko. Já. Meiri sem eins og í hruninu 2007-08, sko, að þá fjármálakerfið, sko, þú veist, það fór mjög nála því að fara, en við erum með sama kerfi í dag. Það var endurreist sem var alveg bara gasa svakalig mistök, myndi ég segja, sko. En þegar þú segir svakalig mistök, sko? Já, að því að við hefum getað, sko, það á allt sinn tíma og akkurat núna er sá tími að það eru líkur á að kerfið séu það eru þvílíkar skuldir allstaðar. Ég meina, ef þú horfir á Reykjavíkurborg, hún er gjaldþrota í raun. Já, en spurningin sem að, Hversu lengi getur við prenta peninga ef ekki þetta baka? Já, ég held að séu mjög margir farnir að sjá að þetta er orðið eitthvað verulega skakt. Já. En spurningin er hvað að koma í staðinn, sko. Því ef þetta bara hrynur alveg, þá myndir náttúrulega koma dálítið tímabil af bara anarkíu og einhverju sem væri mjög skrítið, sko. Já, það er ekki til þess að taka, það er í raun og ekki til þess að grípa þetta, ef þetta hrynur núna, eitthvað annað. Jú, sko, eins og ég skil það, að þá er búið að vera að vinna að öðrum kerfum á bakvið tjöldin. Okay. Þannig það er undirbúningur fyrir það. En hver er að vinna þeim kerfum? Það eru svona öfl sem hafa verið kallað hvítu hattarnir í heiminum. Og hvað eru hvítu hattarnir? Hvítu hattarnir... Þú komur alveg langt onni í ormahóluna. Já, ég kom langt onni í ormahóluna. Já, ok, ég kom langt onni í ormahóluna. Ég er náttúrulega búin að vera að fylgjast með þessum málum í 3 ár og það sem ég hef verið að fylgjast með og skoða og annað þess það er yfirleitt það sem náttúrulega kemur aldrei í megin strömsfjölmiðlánum og mjög fáir í rauninni vita en það er talað að í heiminum það er sko bara átt að minnst til góðs og ills í heiminum í dag og hvítu hattarnir hafa verið taldir þeir sem eru að vinna að því góða og þeirri umbreytingu sem getur tekið við þegar þessi kerfi hrynja. Og eins og alltaf að þá, þú veist, við undibúum ýmsa hluti áður en þeir fara að stað. Ef þú ert að fara í ferðalag, þá kaupir miðan og þú kaupir ferðartöskuna og sundbólin eða hvað annað, skilur. Þú ert búin að undibúa það löngu áður en ferðalagið á sér stað. Svo sama á í rauninni við þetta, það er undibúningur að öðrum kerfum, sérstaklega í fjármálum, þegar í gangi og það er byrjað að keyra út þetta, þau kallaði regnbogadollara, í Bandaríkjunum og svo náttúrulega erum við með lönd sem að hafa saminast í þessu svo kallaða BRICS-kerfi sem að varu upprunlega bara Brasilia, Rússland, Indland, Kína og Suður-Afrika og þetta, öll þessi lönd eiga gullforða þannig að þau bakka gjaldmiðlana sína upp með gulli þannig það er eitthvað á bakvið pappíspenningana og það eru fleiri og fleiri lönd sem hafa sótt aðgang að þessu BRICS-kerfi og þetta BRICS-kerfi er þetta í rauninni nýja kerfi sem við megum eiga vona og þar sem að hver og einn verslar í sínum gjaldmiðli við önnur lönd sem þýðir að dollarin er að tapa stöðu sinni sem aðal gjaldmiðl heimsins til dæmis hvað varðar olíuviðskipti því að það var alltaf verið sagt tunnan olíu kostar 79, kostar 89, kostar $110 skilur og þannig að allir sem hafa verið að kaupa olíu hafa þurft að eiga dollara til þess að kaupa olíuna og þetta er að breytast og þetta er eitt merkið breytinguna en breytingarnar eru líklega til þess að taka næstu 10 ár eða næstu 7 ár allavega. En maður hugsaði einmitt með að því við erum alltaf þekkjum það við horfum á mannkynssöguna að öll stórveldi hafa á endanum hrunið, sko. Það endar alltaf þannig og maður er búin að hugsa það einmitt dálítinn tíma með Bandaríkin. En það gerist kannski ekki þegjandi og hljóðalust, sko. Að allt í einu sé dollarinn bara settur út af sakramentinu og Bandaríkin bara byrja að fara niður og eru ekki lengur einu sinni næstuði mesta stórveldið. Maður reikna með því að hvort sem að það er kerfið eða landið að það muni reyna að verja sjálft sig, sko. Og það getur þó kostað eitthvað sem getur orðið svolítið skítugt, sko. Já, það er alltaf líkur á því. Það er náttúrulega búið að tala það getur orðið uppþótt og annað þess aftar.
og en þeir eru, það bara, þú veist, Bandaríkjamenn sem eru fréttaskýrendur að tala það bara, við erum að Bandaríkjamenn bara að renna niður á við brekkuna. Já, það er svona eins og það séu dálítið teikn á loft það. Já, og og það í rauninni ekkert sem eiginlega getur stoppað það. Vegna þess að hver ætti að grípa, þú veist, grípa hendi til, hver ætti að, þetta bara svona ferli sem að þarf að ganga sinn gang og það merkilega sko, svo ég tala nú aftur stjörnuspeki, að Plútó tekur 258 ára að fara hring, 248 eða 58, ég man ekki alveg nákvæmlega núna, að fara eitt hring spórbaugsinn. Plútó komin aftur á nákvæmlega sama stað og Plútó var í fæðingakorti Bandaríkjanna. Það segja, þegar að skrifa var undir sjálfstæðisyfirlýsinguna 1776 og Plútó í korti Bandaríkjanna í öðru húsinu í kortinu og það fjármálahúsið og Plútó pláneta dauða og endurfæðinga. Fjármálin, eins og þau hafa verið, að deyja og þau að endurmótast á nýjan leik. Það veit engin nákvæmlega hvernig spilast úr þessu. Nei. Eina sem við getum gert að halda innri ró og haga seglum eftir vindi, var hægt að segja sem svo. Ég þarf aðeins að einmitt, talandi um að biðja eða tengja, ég þarf aðeins að tengja sjálfur mér til með þessa stjörnuspeki, sko, því ég hef ekki ennþá alveg svona keypt mig inn í hana, sko. En þetta sem þú ert að segja með innri róna, ég ætla að segja það, sko, þegar það svona ytri turbulence, þá enda maður svo oft, þú veist, það svo auðvelt að missa sig í að vera einhvern veginn að reyna að breyta stóru myndinni eða þú veist, neykslast á einhverjum stjórnmálamanni eða ekki, en á endanum alltaf bara, ég ber ábyrgð á mér, ég ber ábyrgð á þessu hylki sem ég í, þessum líkama og því meiri svona innan gæsalappa turbulence sem í gangi, því mikilvægara einhvern veginn að bara, hvernig ég að hvílast, hvernig ég að borða, hvernig ég að fara með mig, hvernig samskiptin mín, því það það sem ég hef ábyrgð á, sko. Já, ber ábyrgð á, og ef við öll erum að gera það, þá erum við náttúrulega stöðulega betri heimi, sko. Já, og það líka, sko, bara það til dæmis að sitja hér og senda frá sér kærleiksríkar tilfinningar, breytir orkunni í kringum okkur og það hefur áhrif á aðra. Í staðan fyrir að hugsa um fólk sé að smitast af COVID, væri mjög gott að reyna að fá það til þess að smitast af kærleiksorku. Skilur hvað við, vegna þess að ef einhver kemur inn í herbergi eða húsið eitthvað sem með opin faðminn og kærleysríkur og faðmar fólk og brosir og segir skemmtilega hlut og jákvæður og annað þess að það, myndir ekki halda að orkan breyttist? Algjörlega. Já, svo þetta það besta sem við getum gert, pluss að halda þessu innra jafnvægi hjá okkur og þá svo gott að hugleiða og hugleiðsluna þurfi ekki að vera langar. Þess að ég til dæmis setti greinin á vefsíðuna hjá mér, guðrúnbergmann.is, það sem að ég að benda á, sko, stuttar hugleiðslu geta líka skila góðum árangri og þessi hjartaöndu sem ég að stunda, ég stundum bara að anda í 3 mínútur eða eitthvað, skilur, en ég að breyta orkunni hjá mér og ég að breyta orkunni í kringum mig og ég að senda frá mér orku til fólk sem þetta ekki væntum og það breytir orkunni hjá því líka. Hvað tölum við svona tíðni pælingar, sko? Já. Að því þá maður náttúrulega komin aðeins, maður komin alveg nálægt bjargbúrunin að ekki það, maður náttúrulega ekki að vera afsakar sig í sínum eigin þætti, en þú veist, það eru svo margir sem eru kannski ekki alveg þar, sko, en maður hugsa, sko, það allt tíðni. Já. Og við erum með, þú veist, þar sem stundum við talað þú veist, fyrsta vítin, önnur vítin, þriðja vítin, fjórða, 5. og upp í 7. sko. Já. Það náttúrulega gerist á einhverjum punkti að ef við segjum að önnur vítin sé dálítið dýr, að þú veist að þá manifestast líf þannig, svo einhvern tímann verður þessi stökkbreyting og ég var að horfa í gær á Netflix, það eru 9 þættir sem eru ríki simpansa og simpansar eru náttúrulega mjög líkir okkur, sko. Og þá var ég svo mikið að hugsa þú veist, þú ert komin inn í dýr sem eru mjög lík okkur og þú veist, og þar ertu komin inn í svona, kannski ekki það maður sé að gera eitthvað greinamenn, en svona mjög hátt form af spendýri.
Þessi þáttur áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.